Komið sæl. Þá getum við fjárfesta, við fara vel á því að byrja þessa kynningu á loðnumjóðunum, þar sem við vorum að horfa á Beitir NK, dæla 1000 tonna eða taka 1000 tonna kast. En lífið er loðnað þessa stundina og mikið í húfi að vel takist til og það hefur gengið vel. Þannig að Björn Steinbeck var borð og tók þetta mynd af þessu 1000 tonna kasti. Gaman að deila það með ykkur. En velkomin á þessa fjárfestakynningu, ársfjórðungs og jafnframt á uppgjöri síðasta árs, 2022. Nú, ef við höfum í það helsta á starfsminni, þá byrjaði árið á mjög góðri loðnuvertíð, þráttur að veiði hafi gengið treglega þegar leið á vertíðina, en eins og flestir munað, þá voru gríðarlega mikla væntingar þar sem mikil kvótaaukning kom á haustmánuðum 2021 og spáð var mjög mikið kvóti með að segja aukinn og reikna með yfir 900.000 veiði, en einhvern veginn þá það eins og ofta áður að veiðar að fiskistofnarnir þurfa að skila sér í réttu göngumunstri og veður og aðstæður þurfa að spila með til allt gangi upp. Þannig að svona leið á vertíðina þá gekk treglega að veiða og kvóti náðist ekki að fullu, en þráttur í það var þetta mjög verðmikil vertíð og mikil verðmæti sköpuð, þó svo aðeins hafi eftir að kvóta. Nú, makríllinn gekk vel, þráttur að það hefur verið langt að sækja norður í Smugu á tímabili, að þá veiðisamstarf skipanna hjá okkur að skila sér. Síldveiðarnar á haustmánuðum gengu einstaklega vel. Það var norsk-íslenska síldin, virðist vera komin hérna heim út fyrir Austfirði, hún veiða annars síðustu 2 ári hérna stutt frá landi, stutt að sækja. Nú, þetta var viðburðaríkt ár í fjárfestingu. Við fjárfestum í fiskeldisfyrirtækinu Arctic Fish á Vestfjörðu. Eins gengum við frá kaupum á hlutafé í Vísi HF síðastliðið sumar og var Vísi hluti af samstæðu síldarinnar frá 1. desember inn í þessu reikningum. Samdráttur var lítillega í veiði bolfiskskipanna sem skýrist einkum að samdrætti í aflaheimildum sem við vonum nú að horfa til betri vegar. Nú, markaðir voru almennt sterkir á árinu fyrir flestar af okkar afurðum og fiskimjölsverksmiðjurnar hafa ekki átt svona stórt og gott rekstrarár í mjög mörg ár eða einhverja 1 til 2 áratugi, held ég að megi segja að við förum aftur í svona stóra vertíð hjá fiskimjölsverksmiðjunum. Þannig að heilt yfir held ég að við séum að kveðja að fara hérna yfir mjög gott ár og gott ár á baki. Nú, ef við tökum fyrst ársfjórðung, þá voru rekstrartekjur fjórðungsins 63,2 milljónir sem samdráttur frá sama tímabili árið áður. EBITDA var 20,6 milljónir sem líka samdráttur, það sem var 24,9 á sama tímabili í fyrra. EBITDA hlutfallið 32,6 á móti 37,8 og hagnaður tímabilsins 13,1 á móti 17,4. Nú, þetta skýrist nú fyrst og fremst þessi samdráttur í fjórðungnum á minni afla. Við veitum töluvert mikið af loðnu á 2021 fyrir jól í desember og gekk vel, þannig að eins og við sjáum þá veitum við 39.000 tonna þessum fjórðungi 2022 á móti 57.000 2021 sem skýrir náttúrulega stærstum hluta þessa breytu. Við framleiddum 21.800 tonna afurðum á móti 31.900. Nú, heildareignir samstæðunnar eru 1.060 milljónir bandaríkjadala og hafa aukist um 400 milljónir á árinu. Eiginfjárhlutfall samstæðunnar 55,2% á móti 66,6% fyrir árið síðan. Í upphaf árs, handbært fé nam 77,3 milljónum í lok árs. Nettó vaxtaberandi skuldir deilt með EBITDA 2,37 og meðalgengi fjórðungsins var 143,5 á móti 129,9 árið áður. Nú, ef við tökum árið í heild sinni, þá voru rekstrartekjur samstæðunnar 310 milljónir dollara á móti 237 milljónir dollara árið áður. EBITDA ársins 104,6 milljónir dollara. EBITDA prósenta 33,7% á móti 35,7%. Hagnaður ársins 75,6 á móti 87,4.
Veiðin var 216.000 tonn á móti 166,5. 166.500 tonn árið áður. Þannig að þarna er gríðarleg aukning sem á rekja til loðnunar, sjáum það síðar. Við framleiddum 129.000 tonn af afurðum á móti 101.000 tonnum árið áður. Nú, ef við skoðum aðeins veiðin á fjórðungnum, að þá voru uppsjávarskipin að veiða 32.600 tonn á fjórðungnum í staði fyrir 53.300 árið áður. Það er rúmlega 20.000 tonna breytt niðursveifla. Og það munar eins og ég sagði áður, fyrst og fremst loðnuna sem við veitum hausmannum. Nú, staða aflaheimildi í upphafi árs að þá er makrílheimildir sem við áætlum að verði úthlutað í tæplega 15.000 tonn. Við erum að geyma á milli ára, þannig að þar erum við að reikna með að vera með tæp 80.000 tonn inn í árið. Kolmunnaheimildir eru 81.000 tonn og þar vorum við búin að veiða okkur aðeins fram yfir, þannig að þar vorum við með 76.000 tonn inn í þetta ár. Norsk-íslenska síldin 8700, sama þar, við erum með 20.000 tonna heimildum þar, við geymdum á milli ára. Íslenska síldin tilheyrir í síðasta fiskveiðiárinu og þar erum við með 10.400 tonn sem við veiddum upp á haustmánuðum. Nú, loðnukvótinn var 57.700 tonn og við veiddum einhver 2.300 tonn fyrir jól. Þannig að við förum inn í árið með 55.400 tonna loðnukvóta. Nú, ef við skoðum uppsjávaraflann á síðasta árið, þá sjást þessi uppsveifla í 195.000 tonnum tæpum í uppsjávarfiski sem vegur það þyngst loðnan, 50.000 tonna aukning. Nú, bolfiskaflinn á fjórðungnum var 6.300 tonn. Hérna vil ég nú vekja athygli á því að Vísir HF er komin inn í samstæðan 1. desember, þannig að Vísir á 1.300 tonn af þessum afla á þessum fjórðung. Þannig að ef við berum saman síldarvinnsluna þá er þetta í kringum 5.000 tonn á móti 3.800 sem er 1.200 tonna aukning sem að má fyrst og fremst rekja til þess að nú var Vestmannaeyja að veiðum en við mistum hann út fyrir árið síðan vegna brunans sem var þar borð. Og hún er komin á fullt núna. Nú, bolfiskaflinn á árinu nam 21.300 tonnum og aftur er Vísir þarna inni með 1360, þannig að þetta eru 20.000 tonn sem við veiðum. Þannig að þarna sjáum við samdráttinn í tölum upp á 1600 tonn á milli ára bolfisk megin, bolfiskskipum. Nú, landvinnslan á fjórðungnum, þar er líka samdráttur út af loðnu, 35.000 tonn í fiskimjölsverksmiðjunum, uppsjávarfrystingi 10.000 tonn á móti 22.000 tonnum. Uppsjávarfrystingi það helgast fyrst og fremst að við unnum minna af íslensku síldinni inn í uppsjávarfrystingunni ár heldur en í fyrra vegna markaðsaðstæðna. Það var meira brætt af henni. Bolfiskurinn hjá okkur er 2.000 tonn á tímabilinu á fjórðungnum og framleiðsla afurða 21.800. Nú, ef við skoðum síðasta ár hjá fiskimjölsverksmiðjunum, þá eins og ég kom inn á áðan var þetta mjög stórt ár, 240.000 tonn tæplega, í staðinn fyrir 140, þetta er hátt í 100.000 tonna aukning á milli ára. Frystingin hjá okkur tók á móti 52.400, þar er aðeins samdráttur á milli ára. Og bolfiskvinnslu það voru með 4.100, þarna er Vísir komin inn í desembermánuði. Þannig að á móti 1770. En móttakan á Seyðisfirði, ef við ætlum að bera saman 2021 og 2022 hjá síldarvinnslunni, þá voru þetta í kringum 2.000 tonn sem voru unnin í frystihúsinu hjá okkur á bolfiski. Síðan bætist Vísir við með rúmlega 2.000 tonn. Nú, framleiðsla afurðanna er 129.300 tonnum. Og ef við förum aðeins yfir reksturinn, á fjórðungnum að þá veltum við 63 milljónum bandaríkjadollara og kostnaðan við seldra varan á 23,4. Laun og aflahluti 16,7 og annar rekstrarkostnaður 2,4, þannig að EBITDA tímabilsins er 20,5, afskriftir 5,2, rekstrarhagnaður 15,3, fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld eru neikvæðar 4,5, áhrifarekstri hlutdeildarfélaga 16,7 milljónir dollara, tæp hagnaður fyrir skatta 12,4 milljónir dollara. Reiknaður tekjuskattur 1,6 milljónir dollara, hagnaður af áframhaldandi starfsemi 10,8 milljónir dollara,
söluhagnaður fastaferðamanna 2,2 milljónir dollara. Þessi söluhagnaður fastaferðamanna tilkomin vegna sölu á verksmiðjubúnaði í Helguvík sem að kláraðist að fá greiddan á árinu og verið að klára afgreiðslu á núna þessa dagana. Þannig hagnaður tímabilsins 13 milljónir dollara á móti 17,4 árið áður. Nú, rekstur ársins 2022 voru rekstrartekjur 310 milljónir dollara, kostnaður seldur að vara 132 milljónir dollara og laun, aflahlutir og annar starfsmannakostnaður upp á 65 milljónir dollara. Annar rekstrarkostnaður 8,6, þannig var rekstrargjöld upp á 205,4 milljónir dollara. Þannig EBITDA ársins 104,6 á móti 84,6 árið áður. Afskriftin nema 14,2 milljónir dollara, rekstrarhagnaður 90,4. Fjármálatekjur og skjöld eru neikvæðan 311.000 dollara. Áhrif á rekstri hlutdeildarfélaga og 101 milljón dollara. Þannig nema hagnaður fyrir skatta 91,2 milljón dollara. Reiknaður tekjuskattur 17,8 milljón dollara. Hagnaður á áframhaldandi starfsemi ársins 73,4 milljón dollara tæpar. Söluhagnaður fastaferðamanna 2,2 milljón dollara. Þannig hagnaður ársins 75,6 á móti 80 og 7,3 milljón dollara. En þess ber að geta þegar þetta skoðað í samanburði við síðasta ár að þar erum við með einskiptis hagnað vegna hagnaðar afhendingu dótturfélaga til upprifjunar að þá afhendu við SVF eignafélag sem fór með eignarhlut Síldarvinnslunnar í Sjóvá hf. Það var afhent hluthöfum í upphafi fyrri hluta síðasta árs. Þannig að þar eru 23,6 milljónir dollara, svo inn í áhrifarekstri hlutdeildarfélaga var Sjóvá með 2,2 milljónir dollara. Þannig að það má segja að hagnaður vegna Sjóvá sé 25,8 milljónir dollara. Svona það hefur verið að bera þessar tölur saman. Þannig að sambærilegur hagnaður hefði þá verið í kringum 62 milljónir dollara ef við erum að bera saman sömu tölur milli ára. Nú, ef við skoðum hagnaðarbrúnna þá sést þetta ágætlega hér. Á fjórðungnum vorum við með 17,4 milljónir í hagnað 2021 á fjórðungsfjórðungi. EBITDA lækkaði 4,3. Afskriftir aukast 2,3. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld aukast 5,8. Hlutdeildarfélög áhrif þeirra betur 1,7. Reiknaður tekjuskattur lækkaði 4,2. Söluhagnaður fastaferðamanna upp á 2,2. Þannig hagnaður tímabilsins 13 milljónir dollara síðasta fjórðungs. Nú ef við skoðum árið í heild sinni þá vorum við með hagnað 2021 upp á 87,4 milljónir dollara. Það aukning í EBIT upp á 19, tæplega 20 milljónir dollara. Það samdráttur aukning í afskriftum fyrir gefið upp á 3,2 milljónir dollara. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld aukast tæplega 2,8 milljónir dollara. Gengismunurinn eykst 2 milljónir dollara tæpar. Verðbréf afleiður eru jákvæðir 1,7. Áhrif hlutdeildarfélaga eru lægri 2,6 milljónir dollara og þar vegur auðvitað hlutdeild okkar í hagnaði Sjóvá mest. Afhending dótturfélags 23,6, það sem afhending á Sjóvá eins og það sagði. Reiknaður tekjuskattur hækkar 1,5 milljónir dollara og söluhagnaður fastaferðamanna upp á 2,2. Þannig hagnaður tímabilsins 75,6 milljónir dollara. Förum aðeins í gegnum starfsþáttayfirliti. Það voru útgerðir með 133 milljónir dollara í tekjur. Kostnaður seldur að vara 48 milljónir dollara. Laun 43,3. Annar rekstrarkostnaður 1,6. Þannig rekstrarhagnaður útgerðar fyrir afskriftir 39,9 milljónir dollara og reiknaðar afskriftir 9,1 milljón dollara. Landvinnsla hjá okkur velti 243,3 milljónir dollara. Kostnaður seldur að vara nam 152,5 milljónir dollara. Laun 17,1 milljón dollara og annar rekstrarkostnaður 2,8. Þannig rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 70,8 milljónir dollara og reiknaðar afskriftir 4,7 milljónir dollara í landvinnslu. Annar sem fóðurverksmiðjan Laxá ásamt
skrifstofu stjórnunarkostnaði, 25,5 milljónir dollara, nei 27,5 milljónir dollara í tekjur, kostnaðarverð seldra vara 25 milljónir dollara, laun 4,3 milljónir dollara, annar rekstrarkostnaður 4,2 milljónir dollara, þannig kostnaður 6 milljónir dollara og afskriftir 324.000 dollara. Þarna vegur mjög þungt í öðrum rekstrarkostnaði þóknun vegna kaupa á Arctic Fish og eins þóknandi vegna kaupa á Vísir og útgáfu hlutabréfa. Nú síðan þarna leiðréttingarfærslur á eigin afla og jöfnunarfærslur og síðan þannig að samtalstekjur 310.000 dollarar á samstæðunni, kostnaðarverð seldra vara 132 milljónir dollara og laun 64 milljónir dollara, 64,8. Annar rekstrarkostnaður 8,6 milljónir dollara. Þannig rekstrarhagnaður fyrir afskriftir 104,6 milljónir dollara, afskriftir 14,2 milljónir dollara, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld neikvæðum 311.000 dollara, áhrifarekstri hlutdeildarfélaga jákvæðum 1 milljón dollara, 1,1, tæpa reiknaður tekjuskattur neikvæður 17,8 milljónir dollara, hagnaður áframhaldandi starfsemi 73,4 milljónir dollara, söluhagnaður fastafjármagn 2,2 og hagnaður ársins 2022 þannig 75,6 milljónir dollara. Það kannski vert að taka fram í þessum tölum varðandi Vísir. Eins og kom fram að þá kemur Vísir inn í samstæðuna 1. desember 2022 og þá ekki inn í rekstrarreikningi nema 1 mánuð, desembermánuð, og EBITDA sem að Vísir skilar inn í samstæðuna fyrir 1 mánuð einhverjar 820.000 dollara. Nú ef við skoðum EBITDA brú ársins 2022 þá var EBITDA 2021 84,6 milljónir dollara. Útgerðin að skila okkur 3,4 milljónir dollara betri EBITu, landvinnslan 18,1 milljón betri EBITu, annað neikvætt 1,5, þannig EBITDA ársins 104,6 milljónir dollara. Nú ef við förum inn í efnahaginn núna, þá alveg ljóst að efnahagur félagsins og samstæðunar hefur vaxið gríðarlega á árinu og tölur stækka mikið. Og hér auðvitað fjárfestingin í Vísi og Arctic Fish komin inn að fullu inn í efnahagsstarfið. Þó að sé ekki nema mánuður í Vísi í rekstrartölum. Nú fiskveiðiheimildir, ef við byrjum í fastafjármunum, þá eru óefnislegar eignir 494 milljónir dollara. Og þarna aukning upp á 222,7 milljónir dollara sem tilkomið vegna kaupa á Vísir. Rekstrarfjármunir eru 237,4 milljónir dollara í staðinn fyrir 183 milljónir dollara. Þarna aukning upp á 54 milljónir dollara. Þar vegur auðvitað þyngst fjárfesting í fiskimjölsverksmiðjunni í Neskaupstað sem að vegur þyngst í þessari breytingu á rekstrarfjármunum. Og eins fastafjármunir í smíðum tala sem vegna breytinga á stækkun verksmiðjunnar sem ekki komin í notkun. Nú fjárfestingar upp á 141,7 milljónir dollara. Þar vegur eignarhlutir í hlutdeildarfélögum upp á 139,1 milljónir dollara þyngst sem kaupin á hlutum í Arctic Fish og hlutum á eigið fé sem var lagt til kaupa á hlutum í Vísi. Þannig fastafjármunir samtals upp á 873,2 milljónir dollara. Nú veltufjármunir 184,9 milljónir dollara, í staðinn fyrir 160 milljónir dollara árið áður. Þannig að sjá að birgðir að aukast. Þannig til dæmis birgðir vegna Vísis einhverja 9 milljónir dollara inn í þessum tölum, sem sýnir þá að birgðir í síldarvinnslunni að aukast 18 milljónir dollara milli ára. Og það engin launung á því að það var hægara sölur, til dæmis á makríl, svona fram að ári og áramót áttu við makrílbirgðum sem síðan hefur verið að seljast út núna á fyrstu mánuðum ársins. Það náttúrulega meðal annars afleiðing af þessu blessaða ömurlega stríði. Nú viðskiptakröfur líka háar, 38,9 milljónir dollara.
en handbært fé 77,2, þannig að við erum með 84,9 þarna í veltufjármunum eins og áður sagði. Fastafjármunum sem haldið til í sölu upp á $1,5 milljónir. Þetta er semst fasteignirnar og lóðirnar okkar í Helguvík, fiskimjölsverksmiðjunni þar. Bókfært virðið af þeim. Nú veltufjármunir nema þannig samtals $186,5 milljónir, eignir samtals $1.059 milljónum. Þannig að efnahagur félagsins hefur vaxið mikið. Nú, ef við skoðum aðeins eigið fé og skuldir, þá er eigið fé í lok árs $585,2 milljónir. Langtíma skuldir og skuldbindingar eru upp á $320 milljónir. Skammtíma skuldir $154,4 milljónir. Skuldir samtals $474,5 milljónir. En þarna til dæmis að sjá töluvert mikla aukningu í tekjuskattsskuldbindingu sem tilkomin vegna kaupa á Vísi. Kemur inn í samstæðuna með þeim kaupum. Við erum líka að sjá skammtímaskuldir næsta árs afborgun langtímalánum upp á $68 milljónir sem há tala. En það tilkomin vegna fjármögnunar á Vísi sem lá fyrir að vera að fara í endurfjármögnunarferli á árinu, í lok árs. Nú skuldir samtals 474 og eigið fé og skuldir samtals $1.059,7 milljónir. Við sjáum það þessari tölu að efnahagur félagsins hefur blásið út $425,6 milljónir. Við skoðum sjóðstreymi ársins 2022. Að handbært fé upp á árs voru $80 milljónir. Veltumfé á rekstri $91,4 milljónir. Rekstrartengdir og eignir og skuldir taka til sín $4,4 milljónir. Varanlegir rekstrarfjármunir taka til sín $5 milljónir. Fastafjármunir í smíðum taka til sín $22,4 milljónir. Fjármögnunarhreyfingar koma inn með $91,8 milljónir. Og fjárfest í félögum í Arctic og Vísir taka til sín $154 milljónir tæpar. Þannig handbært fé í lok tímabils $77,3 milljónir. Nú eins og áður þá ætla ég að reyna að fara yfir nokkra punkta í svona hvernig staðan og horfur við okkur núna. Nú byrjum í mörkuðunum aðeins að þá held ég með að segja varðandi uppsjávarmarkaðina að eins og ég sagði það voru byrjuðir áramóta makríl meira en undanfarin ár. Það hægðist út á Úkraínu málum síðustu mánuði ársins en í staðinn höfum við verið að selja það meira inn á Asíu og Vestur-Evrópu og til dæmis varðandi makrílafurðir að þá myndast tollagluggi frá febrúar fram í júní fyrir makrílafurðir inn á Evrópu, þannig að það að spilast úr þessum byrjum ágætlega. Sala á síld hefur bara gengið vel og eftirspurn hefur verið á okkar helstu síldamörkuðum og í jafnvægi og við metum það svo að við séum með stærstan hluta okkar byrjum í afhendingarferli sem var til áramót. Loðnan á Austur-Evrópu, það góð eftirspurn þangað og salan gengur vel og auðvitað höfum við hægt á svona minnkað sölunar til þess að halda greiðslum í greiðsluflæði í lagi við okkar stærstu kúnna. Þannig að hægt á hlutunum bæði logistik, flutningaleiðir og sölur minnkað. En þær hafa verið svona nokkuð jafnar og bara gengið vel. Sem dæmi þá fyrir árið síðan þegar við snerum við skipi með stóran loðnufarm inn á Svartahafið, þau stríðið brast út. Sú loðna var öll seld áramót. Og það fer ágætlega vel á stað sala inn á Austur-Evrópu núna á þessari vertíð. Nú loðna til Asíu. Það gekk vel að selja og skipa út árinu og það nokkuð góðar svona markaðshorfur í Asíu að við teljum. Og auðvitað stóri mánuði núna, frystinga á loðnu, Asíuloðnu búin og nú hognatíminn. Og sölur bara eru í ágætisjafnvægi og ganga vel, afhendingar á fullu. Loðnur hogn, þar erum við á hápunkti vertíðarinnar. Við erum að framleiða á fullu, búin að vera núna í viku og vonandi verðum við einhverja daga áfram og vonandi hangir vertíðin í viku í viðbót allavega og það gengur vel. Og
Það erfitt að segja til sölu, það ræðst mjög af því heildarmagni sem verður framleitt. Þetta eru háðir markaðir. Þannig að við auðvitað eigum, það eitthvað að loðnuhrognum í byrjun frá síðasta ári, en það voru auðvitað verið að framleiða þar lakari hrognin núna. Það eru mun betri gæði á hrognum sem er að framleiða núna. Þannig ég held að sé bara gott útlit á loðnuhrognamörkuðum, en auðvitað fer ekki mikil sala í gangun verti líkur og menn sjá svona heildarmagnið sem er framöndan. Safnast upp. Nú, mjöl og lýsi, markaðar þar eru sterkir og voru sterkir á síðasta ári og ég myndi segja að þetta ár byrji mjög vel og það er bara gott útlit á mjöl og lýsimörku. Til dæmis hefur lýsi verið að hækka mjög mikið síðustu mánuði og það er einfaldlega skýrist af því að það er mun minna magn af lýsi að koma inn á til Evrópu frá Suður-Ameríku. Þar eru menn í mikilli veiði en lýsisnýtingin mun minni en menn væntu og vonuðust eftir. Þannig að það eru bara jákvæðir hlutir í kringum mjöli og lýsið. Bolfiskur, það gekk vel að selja á síðasta ári en undir lok síðasta þá hægði af eftirspurn og sölum, til dæmis á sjófrystum afla og verð hafa lækkað töluvert. Eins hafa lækkað lítillega inn á Asíu, grálega og karfi og hægt aðeins á sölum en það voru líka, við erum að tala lækkanir eftir mjög miklar hækkanir, þannig að þetta eru samt í sögulegu samhengi ekki slæm verð sem er í gangi. Sala hjá landbræðslunum hefur gengið vel og bæði á fesku og frosnu og það er mjög góð eftirspurn eftir þorskafurðum almennt. Saltfiskmarkaðir, nú erum við að tala meira saltfiskmarkaði eftir kaupin á Vísi og það er ekki annað að sjá en að það sé gott útlit á þeim og verðið eru sterk. Og þessi mynd er nú svona bara aðeins til að varpa á hvernig sölur okkar skiptast eftir markaðsæðum. Vestur-Evrópa er þetta með 80% í staðinn fyrir á síðasta árið 2021 varum með 61%. Þetta er aukning og þetta auðvitað helgast bara því að það er þetta gríðarlega stór ár í mjöli og lýsi. Fiskimjölsverksmiðjurnar voru að framleiða fyrir 21 milljarð á síðasta ári og það auðvitað fer að langstærstu leyti svo framleiðsla inn á Vestur-Evrópu. Þannig að það er kannski skýrir þessa miklu breytingu þar. Nú, staðan á framhaldið. Ég held að ef við lítum á þessa loðnuvertíð að það verið svona dálítið mikil rússíbanareið. Við fórum í sumarfrí í sumar og vorum þá svona að safna kröftum fyrir 400.000 tonna vertíð með það sem var útgefið af kvótum þá. Síðan þegar við komum úr sumarfríi þá var búið að minnka kvótan í 130.000 tonn og svo er búið að auka tvisvar eða þrisvar á vertíðinni. Þannig að þetta er auðvitað með þessa blessuðu loðnu nú eins og oft áður, þó við séum að veiða loðnu og gangi vel að þá er þetta alltaf dálítil rússíbanareið. Það er ekkert langt síðan þá bættu 180.000 tonnum og þá voru flestir búin að spara veiði náttúrulega mikið, þannig að það er mikil kapp núna að klára þessa vertíð og við þurfum bara veiðiguðina og loðnugangan þarf að endast aðeins lengur en síðustu ár. Þá næst þetta, en annars verður bara eitthvað eftir. Eins og ég sagði að hrognavertíð er í fullum gangi og það gengur vel að vinna held ég hjá flestum. Og við erum búin að vera að vinna, eins og ég sagði áðan, vera í mjög góðum hrognum og góðum afurðum. Nú kolmunarkvóti inn í ár, þar kom óvænt sprengja líka þegar menn juku kolmunarafkjöf 80%. Eftir ofveiði undanfarna margra ára, þá kom það dálítið óvænt, allt í einu myndi kvótin aukast 80%. Sem er jákvætt og við erum stórir í kolmuna og veiðar gengur vel á haustmánuðum. Við vorum í janúar í kolmuna og gekk vel. Þannig að ég held að líti bara vel út með kolmunaveiði. Og við erum hefur gengið vel á bolfiskskipum og það hefur gengið vel bæði hjá bolfisk og bolfiskskipum Vísis og Síldarneyslan hefur bara gengið vel það sem af er ári. Og við erum nýlega búin að taka við, Vísir er nýlega orðins hluti af okkar samstæðu. Þannig að auðvitað er stóra verkefni núna að fara í gegnum samþættingu á bolfiskhluta Síldarneyslunnar og Vísis. Og ég fæ nú gjarnan þessa spurningu hvað gerist og hvað er að fara að gera. Ég get eiginlega að svara henni þannig að við erum að vinna í að fara yfir þessa hluti og munum auðvitað koma með okkar áherslu þegar það liggja fyrir en þetta er ekki eitthvað sem gerist á einni nóttu. Það þarf auðvitað að fara vel yfir hlutina og leita
bestu leiða í því og við munum kynna það þegar það verður klárt. Nú umhverfið, ef við skoðum aðeins bara við erum nýbúin að undirrita kjarasamningu sjómenn og það var auðvitað gríðarlega jákvætt að ná samningi eða það að skrifa undir samning. Sjálfur tók ég þátt í þessum viðræðum og þær voru margt ánægjulega, alltaf gaman að taka þátt í svona maraþonvinnu með góðu fólki, maður kynnist mikið af góðu fólki og ég vil nú að játa það, ég er svona nokkuð bjartsýnn á að sjómenn muni samþykkja þennan samninginn, hann er í atkvæðagreiðslu núna og ég held að það sé væri afleikur að fellan fyrir sjómenn og ef að þetta næst í gegn þá erum við að tala um langtíma kjarasamning sem ég held að muni stuðla að betri sátt á meðal sjómanna og útgerðar til framtíðar. Það er ekki eðlilegt að við séum ofta að kallast á í fjölmiðlum á móti hvor öðrum því að það er gríðarlega mikilvægt að sjómenn og útgerð og það sem vinna í landi vinni sem ein heild að þeirri verðmætasköpun sem við erum í. En það er ljóst að aðgengi að fjármagn er að þyngjast, vaxtakostnaður er að hækka eins og sést á vaxtagjöldum félagsins. Það er mikil verðbólga búin að vera hérlendis og eins í okkar helstu viðskiptalöndum og það getur auðvitað hefur áhrif á verð og eftirspurn eftir okkar afurðum og það er kannski endurspeglað það sem ég sagði áðan varðandi verð á afurðum inn á Austur-Evrópu sem dæmi að auðvitað þegar þrengir að þá leitar fólk í ódýrari mat og prótein og þannig erum við bjartsýn á að loðna muni seljast sem við frystum á þessari verti muni seljast inn á þessa markaði en að sama skapi erum við eins og ég sagði áðan líka að sjá samdrátt í makrílsölum inn á þessa markaði sem eru auðvitað dýrari fiskur. Nú við erum að klára samfélagsskýrslu okkar núna 4 ári í röð og ég held auðvitað að vinnan við þessa skýrslu markmið henni náttúrulega að stuðla gagnsæi og vönduðum vinnubrögðum ekki síður að sitja bara ákveðna markmið og álag á stjórnendur og fyrirtækin að standa sig betur, sitja sem markmið og fylgjast með og gera betur í flestum málum sem snúa bæði að umhverfismálum og stjórnskipulagi og við erum að taka mið af leiðbeiningum frá Nasdaq á Íslandi og Kauphöllunum svo kallað ESG-þætti. En við í skýrslunni ár tökum við vísir að fullu inn umhverfisþætti vísis og reiknum þá með allt árið 2022 þrátt fyrir að þeir komum bara í reksturinn í 1 mánuð. Nú, það eru nokkrir áfangar ársins á sviði samfélags- og umhverfismála sem við erum stolt af. Við fengum verðlaun á sjávarútvegsráðstefnunni fyrir samfélagsverkefni. Við erum að taka þátt í að koma hér íbúðabyggingum í gangi í Neskaupstað. Við erum hvað stoltust af þeim minningarreit sem við tókum og vígðum í ágústmánuði síðastliðnum sem var settur upp á grunni í gömlu fiskimjölsverksmiðjuna sem fór í snjóflóðum hér 1973 með einum hörmulegasta atburði í sögu byggðar hér í Neskaupstað en að sama skapi þetta ánægjulegt og eitt ánægjulegasta verkefni sem ég held að við höfum tekist okkur í hendur og við erum stolt af þessu minningarreit og vonumst til að geta átt þarna margar ánægjulegar stundir með okkar fólki og Norðfirðingum í framtíðinni. Við styrkjum margvíslega starfsemi, bæði íþróttastarfsemi og menningar og heilbrigðismál. Menn átt að tala mikið talað hvað fyrirtækin leggja mörkum til samfélaga og auðvitað held ég að flest fyrirtæki í okkar geira í sjávarútvegi finni alveg til sinnar samfélagslegu ábyrgðar og oft talað að menn fá ekki nóg af gjöldum og menn borgi ekki skatta. Þess vegna held ég að sé mikilvægt að halda því til haga að greiddir skattar og gjöld af starfsemi Síldarvinnslunnar á síðasta ári eru 5,6 milljarðar í staðinn fyrir 3,3 árið áður. Innheimtir skattar, fjármagnstekjuskattar af arðgreiðslum og slíku og ásamt staðgreiðsla starfsmönnum eru tæplega 4 milljarðar. Þannig að við skattspor samfélagsspor Síldarvinnslunnar 9,6 milljarðar með vísi inni í þessum tölum.
var 6,6 í fyrra. Þannig að þetta eru auðvitað gríðarlega miklar tölur og við erum stolt af því sem við leggjum til okkar samfélag, bæði í formi styrkja og að standa á bakvið félagsstarfsemi og góðgerðarmál. En við erum líka stolt og ég held að starfsmenn félaga eins og Síldarvinnslunnar megi vera stoltir af sínu framlagi til opinberrar þjónustu. Nú kolefnisspor, það er nú kannski ekki gaman að standa hérna og segja í fyrstu setningu að árið 2022 jókst kolefnisspor samstæðunnar talsvert. En það er eitthvað sem skýrir þessa aukningu, annars vegar skerðing á afhendingu rafmagns frá Landsvirkjun og orkuskortur í landinu vegna stöðu vatnabúskapar á síðustu loðnuvertíð. Og síðan auðvitað erum við búin að bæta reynda vísir við þannig sem þið sjáum á súlum til hægri. En ef við skoðum þetta í kolefnisígildum, að þá er þetta 72.400 kolefnisígildi, vísir á 8.100 af því. Þarna eru þetta langstærstu hluti vegna skerðingar til fiskimjölsverksmiðja. Og það er vont auðvitað bæði fyrir okkur sem fyrirtæki, búin að í fiskimjölsiðnaðinum sem er orkufrekasti iðnaður á Íslandi fyrir utan stóriðjuna, búin að fjárfesta gríðarlega mikið í raforkuvæðingu fiskimjölsverksmiðja hjá sér fyrirtækin og leggja þannig gríðarlega mikið af mörkum við að minnka hér útblástur þjóðarinnar. Að þá er þetta bagalegt að það sé þannig fyrir okkur komið að við höfum ekki aðgengi af hreinni orku í landi sem er fullt af tækifærum til að skapa nóga grænum og með fullt af tækifærum fyrir græna orkugjafa sem eru vannýttir víða. Þannig að þetta er svona stærsta skýringin, en það sem er jákvætt í þessu og við erum stolt af líka að olíueyðsla uppsjávarskipana á hvert veitt tonn dróst töluvert saman á árinu, sem er mjög jákvætt. Í ljósi þess að þau voru að veiða mun meira magn. Ég held að þarna sé að skila sér, auðvitað gekk vel að veiða. Það er líka að skila sér fjárfesting í skip eins og Berki sem við erum að sjá koma orkulega séð mjög vel út. Bæði með góðan afla landi og með minni olíunotkun á bakvið veitt tonn. Þannig að ég ætlaði nú ekki að hafa þetta neitt mikið meira núna en ef það er einhverja spurningar þá er það fjárfestir@shm.is. Einhverja spurningar er nú komnar í hús. Já. Hver er afkomuspá fyrir árið 2023? Við höfum aldrei gert afkomuspá í uppsjávarfyrirtækjum sem er markaátakandi fyrir eftir loðnuvertíð. Þannig að þessari spurningu get ég ekki svarað. Axel minn, tölvan dó hérna sko. Rafmagnslaus. Hver er hérna spurningina? Þannig að við afkomuspáin, við auðvitað höfum alltaf gert svona drög sem við birtum ekki og það er einfaldlega þannig að loðnuvertíð er mjög stór partur í okkar rekstri og þetta er bara mikil rússíbanareið eins og ég sagði, hvað verður framleitt mikið, hvað lendur magnið, hvað lenda verðin. Þannig að við höfum bara nýbúin að fá til dæmis kvóta í hendurnar sem við vorum ekki með. Þannig að ég bið þann sem spyr þessar spurninga að fyrirgefa en uppsjávarfyrirtæki, ég held að segja ekkert uppsjávarfyrirtæki sem getur birt afkomuspá fyrir loðnuvertíð sem er markaátakandi, þannig að við höfum ekki gert það. Býttu dó tölvan alveg eða? Hvað? Góðum við hérna þannig? Ég afsaki þetta að þetta er samt ekki, ég ætla ekki að kenna Landsvirkjunum um þennan orkuskort. Þetta er bara eitthvað annað. Hver er EBITDA vísis inn í 22 tölum? Ég held ég sem búin að svara því, $820.000 sem er óverulegt. En ég get líka alveg upplýst um það að vísir velti einhverjum 80,5 milljónum evra á síðasta ári og EBITDA vísis á síðasta ári, síðustu 12 mánuði, 2022 var 13,3 milljónir evra. Síðan kemur hér spurning, höfum við sett okkur skuldsetningaviðmið?
Nú, það liggur fyrir í okkar arðgreiðslustefnu þegar við félagið fór á markað þá var samþykkt arðgreiðslustefnu og henni hefur ekki verið breytt. Að félagið greiði að lágmarki 1/3 af hagnaði ársins í arð og að eiginfjárhlutfall félagsins fari ekki undir 50%. Þannig ég vona að þetta svari því með skuldaviðmið og ég held að þetta sem nú komið er reynda hérna hverju voru tekjur EBITDA vísis 2022. Ég held að ég sé líka búin að svara því 80,5 milljónir evra og EBITDA 13,3. Og hérna þannig að ef það er einhverja frekari spurningar þá er eitthvað meira. Nú ykkur líka velkomið að hérna samningsarpinn og við verum fljótlega með aðalfund til 2 vikur. Þannig að ef það er eitthvað sem brennur á ykkur þar þá og þeir eru velkomin til Neskaupstað á aðalfund Síldarvinnslunnar. Það er rosalega fallegt í Neskaupstað og lyftir andanum að koma austur á land fyrir ykkur sem eru fyrir sunnan. En að öðru leyti þá held ég að það sé ekkert meira á döfinni. Við þurfum líka að fara að ljúka þessum fundi og velta fyrir okkur hvað skipin er að veiða á loðnuveiðunum í dag. Takk fyrir.